Og við höldum áfram með föstudagsþáttinn. Nú eru mættar til mín Arnbjörg Kristín og Fanney Kristjáns. Og hvað ætlið þið að segja mér frá? Við ætlum að segja þér frá því að við erum með tónleika núna bráðum, eða viðburði sem heita Hjartanæring. Þetta er sem sagt verkefni sem byrjaði í vetur í Ómi og okkur langaði að svona boða fagnaðarerindið eða þannig og fara sumarsólstöður af því það er svona svo sérstakur tími ársins. Það er svo óbúslega gott veður, allavega betra en í janúar, alveg hægt að segja það, pottið betra en í janúar. Og okkur langaði að fara bara í Grímsey og Hrísey og svo enda hérna á Akureyri þetta leitið. Við verðum sem sagt 20. júní í Grímsey og þar er nú vanalega sólstöðuhátíð á þessum árstíma en verður ekki. En við erum með tónleika á laugardeginum og svo eru félagar okkar með tónleika á föstudeginum. Þannig að það verður alveg svona eitthvað. Ok, og hvernig myndi það fara fram? Hvernig geta gestir mætt og svona? Það er þetta bóka far með ferjunni eða fljúga hreinlega. Mér skilst að ferjan fara á föstudegi og koma aftur á mánudegi, þannig að gott að gera ráð fyrir að taka með sér tjald eða panta gistingu í tækati. Okkar tónleikar eru klukkan 4 á laugardeginum og vinnur okkar er með sólarlög, sérstakir tónleikar þá á föstudagskvöldinu. Þannig að fínt að þá vera komin á föstudeginum til að ná allri dagskráni. Og miðarnir á okkar tónleika er á tix.is og eru 2500 krónur og með því fylgir hjartanærandi kakóbolli. Vá. Ok, og hvað er það eitthvað svona, hvernig byrjaði sú hugmynd? Ætli ekki byrjað fyrir einhverju mörgum ári síðan með einum kakóbolla í Reykjavík hjá mér allavega og svo ákveða að taka þetta inn í Ómi því það var svona ánægði með þetta fyrir norðan. Fólk hafði eitthvað þörf fyrir að skoða þetta plöntu líf í rauninni sem þetta er. Akkurat. Og öldungar sem ég lærði hjá núna í desember út í Ameríku, majaöldungar. Við tala mikið að þetta sé leið til að heyra náttúruna, heyra sjálfan sig og samfélagið. Og það tengist mikið djúpri virðingu og frið og kærleika. Því að segja að kakóið sé kærleikur, það sé kjarninn í því. Og þess vegna heita viðburðirnir hjartanæring. Því að plantan, hún gefur okkur kærleikstilfinningu í raun og veru. Það gerist eitthvað annað í líkamanum. Og ég held að við þurfum öll að huga á því að halda. Já. Mildi, hjartamiðun og elska okkur sjálf. Akkurat. Og hvenær er þetta, sögðu þið? Þetta er Grímsey klukkan 20. júní. 20. júní? Já, það er Hrísey 23. Já, líka klukkan 4. Og svo erum við í Listigarðinum 24. júní sem er Jónsmessan. Og dagskráin er svona algjört bland bæði af frumsöndulögum eftir okkur og svo líka höfum við verið að þýða texta úr, aðalega úr ensku og erum með svona lög þar sem er kannski bara 4 línur sem er endurteknar aftur og aftur, bara svona eins og mentursöngur. En svo erum við líka búin að raddsetja Draumalandið. Og svo ætlum við á Arnbjörg að taka Heyrhimna smiður bara með rödd og gong og það sem er svo gott við þessa tegund af tónlist er það að rauninni kemur orkan fyrst og svo kemur tónlistin. Þannig að ásetningur tónlistarinnar er alltaf númer 1 og svo kemur tónlistin rauninni bara til þess að efla ásetningin. Akkurat. Vá, það er mjög gott. Þið hvetið allan til að mæta. Sjálfsögðu. Og nú ætlum við að syngja fyrir okkur eitt lag. Já, við ætlum að flytja fyrir ykkur Sólstöðuþulu. Það er við lag sem að Harpa Barkardóttir bara á borð, allt í einu. Það fættist bara eitt kvöldi á henni, hún var að syngja fyrir son sinn. Þá vantaði hann eitthvað að syngja og þá tók hún þessa þulu og bara, já, þetta er bara svona. Og svo erum við búin að vera að læra það svona smám saman. Þetta er alveg
frekar mikil texti en það kom út í ljóðabók sem var 1888 held ég alveg örugglega þið googlið þetta bara en Ólöf frá Hlöðum gaf út ljóðabók það ár og er náttúrulega fæddist hérna í Hörgárdal þannig að hún líka tengir okkur við formaðurnar og svona en það er næs. Ok, þá sé ég bara gjöra svo vel. Þakka þér fyrir. Veldu burtu vetrar þunga, vorið mitt. Leiddu mig nú eins og unga inn í draumland þitt. Minninganna töfratunga talar málið sitt. Þegar mjúku kyrru kvöldin kind á hafi sólareldin. Starfandi hinn mikli máttur mannheim gengur hljótt. Alnáttúru æðasláttur iðar kyrrt og rótt. Enginn heyrist andardráttur, enginn kemur nótt. Því að sól á svona kveldi sest á rúmstokkinn. Háttar ekki heldur vakir, hugsar ástvin sinn. Veit hann